Góðan og blessaðan daginn og velkomin til þessa fundar, bæði þið sem eru hérna með okkur í salnum og þau mörgu sem eru líka með okkur í streymi. Það sem við ætlum að gera í dag er að halda loka kynningu á þjóðarslíkani fyrir ferðaþjónustuna og í dag er sérst áherslan á gagnsemina af slíkum líkunum. Og það er líka áhersla á mælt máli sem að segja mannamál. Það er verið að skýra þetta út á svona mæltu máli og mannamáli. Ég ber ykkur kveðju frá. Hann hefði gjarnan vilja vera með okkur í dag, en á því miður ekki heimagengt að þessu sinni, en biður fyrir góða kveðju. Það sem við erum að fara að kynna hér í dag er í raun og veru afraksturinn af 3 ára verkefni sem að Ferðamálastofa réðist í áramótin 2020 til 2021 og nú eru verklok, það var samið til 3 ára og það er þá verklok að minnst á fyrsta eða grunnáfanganum í verkefninu, hvað sem síðar verður. Og okkur fannst þess svona bæði okkur og verktakanum sem hefur unnið þetta fyrir okkur að það færi vel á því að efna til kynningar. Það er ráðgjafafyrirtæki Hagrannsóknir sem hefur unnið verkið fyrir Ferðamálastofu að undangengnu útboði og vali á verktaka. Og það er Dr. Birgir Þór Runólfsson sem er í forsvari gagnvart Ferðamálastofu í því og hann og hans menn munu sem sagt kynna afraksturinn og hvað þetta nú allt snýst í dag. En áður en þeir taka við þá vil ég endilega hvetja ykkur til að spyrja síðan út í hvað sem ykkur dettur í hug, eða koma með ábendingar ef þið hafið þær, eða vangaveltur. En við tökum þessar spurningarnar og vangaveltunar eftir kynninguna. Tökum þær í lokin og þeir sem eru í sal geta bara spurt hérna beint, en þeir mörgu sem í streymi, þeir geta skutlað á okkur spurningum í gegnum spjallboxið sem fylgir alltaf í svona fésbókar viðburðum. Og verið þess að ófeimin við það. En ég býð þá velkomna Birgir Þór, Marías og Eðvald sem eru fyrirlesararnir í dag og sviðið er ykkar, gerið svo vel. Komið þið sæl, ég heiti Birgir Þór eins og Jóhann nefndi og ég í forsvari fyrir Hagrannsóknir SF. Það var haustið 2020 sem að Ferðamálastofa auglýsti þjóðhagslíkan fyrir ferðaþjónustu tæk til högg og aðgerðagreininga og hagspá. Það var fyrirsögnin á auglýsingunni sem við lásum og við sendum inn tilboð og undir árslok 2020 samið við okkur og í þeim verksamningi segir meðal annars markmið þessa samnings er að styðja við stefnumótun og ákvarðanatöku stjórnvalda þróun ferðaþjónustu. Ætlað að styrkja getu stjórnvalda sem greina framlag ferðaþjónustu til þjóðarbúskaparins, greina á nákvæmari hátt þróun greinarinnar til lengri tíma og meta áhrif einstakra aðgerða stjórnvalda á þróun ferðaþjónustu og í því ljósi leggja mat á hvaða áherslur í ferðaþjónustu séu æskilegar fyrir þjóðarbúskapinn. Verktaki mun leitast við að móta og setja upp þjóðhagslíkan fyrir ferðaþjónustu með eins ítalum hætti og bjóða upp á. Það var þetta sem lá fyrir með þessu verkefni og við fengum til þess 3 ár. Þegar verkið var komið á stað, þá kannski hugmyndin líkanið aðeins breytt. Það var kannski 1 líkan og þá voru sett upp 2 líkun. Það hafði reyndar byrjað í umræðanum til samningur var gerður. Þannig að það er annars að ræða þjóðhagslíkan með ferðageira sem er sjálfstætt líkan og síðan ferðaþjónusta inn í þjóðhagslíkan Hagstofunnar eða Seðlabankans. Það er líkan sem að Seðlabanki bjó til upphaflega en Hagstofan nota líka. Þetta verður útskipt nánar hérna á eftir og ég vil ekki að stoppa við það hér. Á þessum tíma, á þessum 3 árum, þá hefur fjöldi útgáfa komið út þar sem við lýsum vinnunni sem er í gangi,
uppbyggingu líkana og annað og við höfum kynnt þetta líka reglulega með ferðamálastofu á þeirra veginn. Og eins og Jóhann nefndi hérna líka þá má kannski segja að þetta hafi verið áfangi verksins eða minnstu kosti með það í okkar upphaflegu umsókn þá vorum við með svona ítarlegri líkön og meiri eða þróaðri líkön í huga og þetta var svona kannski það sem við lýstum sem fyrsta áfanga á þeirri braut og ég vil kannski ekki alveg það eina ástæðan var svo að peningarnir sem settu voru í þetta voru kannski ekki eins miklir og við hefðum óskað skulum segja en samningur var gerður og nú komið að verklokum þessa samningsokkar. Þó að við séum að koma með líkön sem eru góð líkön og gera sitt gagn, þá það nú þannig sko að þetta verk sem mun aldrei ljúka. Það alltaf hægt að gera betur, það alltaf hægt að útfæra þetta aðeins öðruvísi, aðeins meira á hörfundu göttunum, svona eitt sem líka svo kom fram þarna í leiðsögninni til okkar að við ætlum alltaf að miða við þau gögn sem okkur stæði til boða og það kannski sumuleyti voru ákveðið vandamál með það, eitthvað stríð okkur stundum þessi 12 ára hérna. En allt þessu verki hafa komið nokkuð hópur manna, ekki bara ég, þetta líka sem eru með mig hér í dag, Marías og Eðvar Ingi, en eins og við sjáum þá, eftir að þeir lukuðu námi hér við Háskóla Íslands í hagfræði, þá héldu þeir báðir sikkur lægir reyndar, þetta aldursmunur ráðum til árásar og lukuðu frekara námi þar. Marías doktorsgráðu og Eðvar komið með meistaragráðu og stefni örugglega lengra í framtíðinni. En aðrir sem koma að þessu verki sem ekki hér með fyrirlestra eru Ragnar Árnason, prófessor emeritus í hagfræði og Vilborg Júlíusdóttir og Jóhann Rúnar Björgvinsson. En hér og eftir munu Marías fyrst og síðan Eðvarð flytja að kynna þessi líkön, sitt hvort líkanið hér og eftir, en fyrst mun Marías hefja svona almenna yfirferð á þessu. Gjör svo vel, Marías. Komið sæl. Þannig að ég ætla að byrja hérna og fjalla svona aðeins hérna þjóðarslíkön og notagildi þeirra og svo ætla ég aðeins að hérna svo mun ég fjalla svona markmið og afurðir verkefnisins sem við erum að fjalla hérna í dag og síðan mun ég gera grein fyrir, hvað maður að segja, mínum hluta í þessum verkefni sem þetta DSG-líkan með ferðaþjónustu gera sem svona sérstakt þjóðarslíkan með sérstökum ferðaþjónustu gera og svo mun Eðvar fjalla hans vinnu varðandi að koma ferðaþjónustunni í svokallaða QMM-líkan. Nú, notagildi þjóðarslíkana eins og við þekkjum kannski að það var náttúrulega aðalega að þau eru notuð til þess að spá, þannig að menn standa á einhverjum tímapunkti og reyna að segja fyrir þróun hagstærða í framtíðinni. En síðan ekki síður þau notuð til þess að herma það sem við köllum. Þar sem við skoðum áhrif ákveðna breytinga á þjóðhagsstærðir, til dæmis að það verður breytingar í hagvexti erlendis, sköttum, stýrivöxtum og svo framvegis. Og þá notum við þjóðarslíkunum til þess að einangra áhrif slíkra breytinga á þjóðarstærðirnar. En það sem við kannski, hvað maður að segja, það sem við fáum með notkunum þjóðarslíkana, sem við kannski fáum ekki annars, það að þau gefa okkur, hvað maður að segja, heildar áhrif af breytingum. Ég flokka breytingar, áhrifin í þrennt, þannig annars að það sem ég kalla upphafsáhrif, sem maður hefði fyrir einhvern árum síðan kallað paper and pencil útreikningar eða blað og blýantur, en núna kalla ég það bara Excel útreikningar, sem svona upphafsáhrif af einhverjum breytingum. En síðan það málið það að þegar breytingar verða, þá verða að munu aðilar í hagkerfinu hegða sér breyta hegðun sinni út frá þessum breytingum og þá komum við inn á svokölluð markaðsáhrif og almenn jafnvægisáhrif sem eiginlega það sem að hagfræðin gefur okkur umfram það sem að, hvað maður að segja, blað og blýantur gefur okkur. Og þannig að þegar við erum að skoða markaðsáhrifin þá aðeins að skoða áhrif breytingana á viðkomandi markað
en síðan almennu jafnvægisáhrifin þá horfum við á áhrif hagkerfisins í heild sinni. Það er að segja áhrif breytinga á einu markaði, hvernig það smitast yfir í aðra markaði í hagkerfinu og að lokum fáum við síðan einhver heildar áhrif af breytingum sem eru þá summan af þessum 3 áhrifum. Við getum tekið dæmi hérna, til dæmis ef við erum að skoða áhrif aukinna ríkisútgjalda á verga landsframleiðslu þá eru alltaf upphafsáhrifin bara aukin eftirspurn á viðkomandi markaði, ef við erum að tala aukningu í samneyslu frekar, að fyrirtæki fyrir okkur markað og eigur eftirspurn á þeim markaði og það verður þá aukin eftirspurn á þeim markaði, það er kannski upphafsáhrifin, en síðan leiðir þetta til þess að það verður verðhækkun á markaðinum sem dregur úr eftirspurn annarra aðila þá á markaðinum, þetta er oft sem við köllum í hagfræðinni ruðningsáhrif, og síðan smitast þessi áhrif inn á aðra markaði og þarlegandi hefur áhrif á fleiri markaði en þann sem áhrif breytingarnar ná til og þá erum við komin út í svo almenn jafnvægisáhrif. Þannig að, og svo getum við líka tekið dæmi til dæmis hækkun á vörusköttum á tekjum hins opinbera, ef við erum með til dæmis ákveðin skattstofn kannski upp á 100 milljarða og hækkum skatta 1% og klósi og fáum kannski 1% hækkun, þá fáum við að tala 1 milljarð, en síðan gerist það í framhaldinu að verð hækkar á viðkomandi vöru sem dregur úr eftirspurn og þannig að þá fáum við markaðsáhrifin, þannig að viðkomandi skattstofn dregst saman og síðan hefur þetta áhrif síðan á aðra markaði í hagkerfinu sem eru þá þessi almennu jafnvægisáhrif og summan af þessum áhrifum gefur síðan þá endanlega áhrif skattbreytinga á skatttekjur hins opinbera sem alla jafnan eru minni en upphafsáhrifin út af viðbrögðum einstaklega í hagkerfinu, minni eftirspurn og aðri skattstofnar draga saman. Þannig að hagfræðin gefur okkur, hvað maður að segja, eitthvað umfram, hvað maður að segja, blað og blýant útreikninga og það er það sem að þjóðhagslíkanir gera, þau eru þessi almenn jafnvægislíkun, þar sem við reynum að taka tillit til flestra markaði í hagkerfinu, þannig að ef það er breyting á einu markaði að þá hefur það ekki bara áhrif á þeim, ekki bara þessi upphafsáhrif og áhrif á þeim markaði, heldur smitast áhrifin út í hagkerfið og gefa okkur þessi heildar áhrif. Nú það eru tvö þjóðhagslíkun sem við höfum hér á Íslandi og það er annars vegar svokallað QMM-líkan Seðlabanka Íslands sem er og hins vegar svokallað Dynamo-líkan Seðlabanka Íslands. Þetta er bæði líkun sem að hagfræðingar í Seðlabankanum hafa þróað og settu upp og nota og QMM-líkan er reynda líka notað að Hagstofunni. Þetta eru ólík líkun vegna þess að annað þeirra er þetta QMM-líkan, það er svo kallað tímaraðlíkan þar sem að sambönd í líkan eru byggð á metnum samböndum í jafnvægissamböndum í hagkerfinu, en hitt líkanið er það sem kallaði DSG-líkan sem er svona sett upp á mun kerfislegari hátt, þannig að það er mun, hvað maður að segja heimili og fyrirtæki eru módulerð svona, hvað maður að segja á ensku explicitly í líkanu, þannig að og sem gerir það verkum að það líkan svona henta kannski betur til þess að framkvæma hermannir vegna þess að eins og ég sagði þá eru heimili og fyrirtæki betur skilgreind og ákvarðanir þeirra og svo framvegis, þannig að það er auðveldar að setja inn breytingar þar. En QMM-líkan er aðalega notað í spágerðinni en það er að vísu líka notað í hermannir en Dynamo-líkan er aðalega notað í það sem kallað í hermannir, þess að skoða breytinga á hagstærðir, áhrif breytinga á hagstærðir. Og hvað vantar í flóruna? Í þessum þjóðhagslíkunum er ekki tekið tillit til annars vegar að heimili geta verið mismunandi og fyrirtæki geta verið mismunandi. Og út í heimi eru til staðar svokölluð kynslóðaskipt þjóðhagslíkun annars vegar og svokölluð atvinnugreinaskipt þjóðhagslíkun hins vegar. Og þetta eru líkun sem við höfum ekki hér á Íslandi. Og kynslóðaskiptu líkunin þau náttúrulega eru þá mótilera heimilin mismunandi því að þar eru heimilin mismunandi að einstaklingar varðandi það að hvaða kynslóði tilheyra og þá er spurningin
þá er þetta að nota slík líkön til þess að kanna hvað áhrif breytingar haga og hag mismunandi kynslóða, til dæmis áhrif aukinna útgjalda til menntamála sem myndi kalla á aukin útgjöld í dag en vonandi þá aukin hagvöxt í framtíðinni og svo framvegis. Síðan er það eins og ég sagði þessi atvinnugreinaskipti þjóðarslíkön og þar eru fyrirtækin módulegur mismunandi varðandi það náttúrulega hvaða atvinnugrein þau tilheyra og þá getur maður nota þau til þess að kanna hvaða áhrif breytingar hafa á hag mismunandi atvinnugreina. Dæmi væri til dæmis hvaða áhrif hafa stýravaxta hækkanir eða lækkanir, ég ekki bara að tala hækkanir, bara breytingar á hag mismunandi fyrirtækja eftir því hvaða atvinnugreinum þau tilheyra. Og hér í dag er það atvinnugreinskiptingin sem er okkur hugleikin og það sem við erum að hugsa að geta módelerað ferðaþjónustuna sem sérstaka atvinnugrein í líkanni sem að venjulega er módelerað bara með einni atvinnugrein. Og það er smá kann maður segja hvað hamlar frekari þróun að það er eiginlega gagnaskorturinn, það er svokallar aðfanga afurðatöflur ekki tiltækar fyrir Ísland en slíkar töflur eru nauðsynlegar til þess að geta módelerað atvinnugrein eða sett upp og atvinnugreinaskipt þjóðarslíkön. Þannig að það má eiginlega segja að það hamli frekar í þróun í atvinnugreinaskiptum þjóðarslíkunum á Íslandi. Það er að segja þessar svokallar aðfanga afurðatöflur þar sem að maður getur þá átt að segja á innbyrðis viðskiptum milli atvinnugreina. Markmið og afurð þessa verkefnis, það sem við lögðum af stað með er að reyna að setja upp líkön þar sem við getum annars vegar greint áhrif breytinga í hagkerfinu á ferðageirann. Til dæmis að það verður aukningi erlendri eftirspurn, aukin hagvöxtur erlendis, framleiðni breytist í hagkerfinu, samneysla eykst, skatthlutföllin með breytt eða að stýrivöxt með breytt. Og svo hins vegar þá að greina áhrif breytinga í ferðageira þá á hagkerfið í heild sinni. Til dæmis að það verður breyting í eftirspurn eftir ferðaþjónustu, framleiðni í ferðageiranum eða sérstakir skattar beitt í geranum. Þannig að það er annars vegar það sem við erum að hugsa hérna. Hvaða áhrif hafa breytingar í hagkerfinu á ferðageirann og svo hins vegar hvaða áhrif hafa breytingar í ferðageiranum á hagkerfið í heild sinni. Þetta er það sem við vildum reyna að bæta úr miðað við þau líkön sem fyrir eru á Íslandi. Og afurðir þessa verkefnis eru 2 líkön sem bæta við fyrirliggjandi líkön. Það er annars vegar þetta DSG líkan með ferðaþjónustu geira sem er það líka sem ég mun kynna betur hérna fyrir ykkur eftir. Og síðan er það ferðaþjónustan í QMM líkaninu sem að Eðvar mun fjalla hérna eftir. DSG líkanið fylgir þessu Dynamo líkani Seðlabanka Íslands sem er DSG líkan en í því líkani er ekki atvinnugreinaskipting. Þannig að það fylgir líkanina náttúrulega að því leyti að að ræða almennt jafnvægislíkan þar sem við getum reiknað þessi svokallega heildaráhrif af breytingum. Það er að segja tekið tillit til þessara almennu jafnvægisáhrifa og það byggir á ákvörðun heimil og fyrirtæki þar sem heimili og fyrirtæki eru módeleruð í líkanu og það er svona vel skilgreint í líkanu hvernig þau taka ákvarðanir og þau eru með ákveðin markmið sem þau eru að reyna að ná og svo framvegis og hegða sér samkvæmt því. Og síðan er þetta líkan leyst með nálgun sem gerir það kannski að verkum að stórar breytingar eftir því sem að breytingarnir eru stærri að því ónákvæmari verður niðurstaðan því að við erum alltaf að nálga líkanið við eitthvað. En það sem við gerum hérna þá við bætum við sköttum í líkanið, við erum með virðisaukaskatt og skatt á laun og fjármagnstekjur í líkaninu og svo bætum við vöru og atvinnugreinaskiptingu. Það er að segja að við skiptum bæði vörunum sem heimilin hafa eftirspurn eftir í þá ferðaþjónustu og aðrar vörur og svo
skiptum við þá framleiðsluhlið hagkerfisins upp líka í ferðaþjónustugeira og aðrar atvinnugreinar. Og til þess að gera þetta þá náttúrulega komu ferðaþjónustureikningar Hagstofunnar sér vel, en eins og ég talaði um áðan þá duga þeir ekki alveg vegna þess að okkur vantar ennþá þessar svokölluðu aðfangaafurðatöflur til að geta mótilerað nægilega vel viðskipti á milli atvinnugreina í líkaninu. Og í líkaninu þá kannski myndrænt hringrás efnahagslífsins svona að við byrjum hérna á hringnum með brotalinni að þar erum við með innlenda geirann, þar sem við erum með innlend fyrirtæki og sem að ráða til sín vinnuafl og fá lánað fé hjá fjármagni hjá heimilum, innlendum heimilum og greiða þeim tilbaka laun, vexti og hagnað fyrirtækjana, heimilin eiga fyrirtækin og fyrirtækin framleiða síðan annars vegar vörur sem þá bara, það vörur sem aðrar atvinnugreinar en ferðaþjónusta framleiða og svo ferðaþjónustu. Og fyrirtækin selja þessar vörur bæði til innlendra heimila og svo til erlendra heimila sem þá útflutningur. Og síðan erum við þá líka með erlend fyrirtæki sem eru þá bæði ferðaþjónustu fyrirtæki og önnur fyrirtæki sem selja þá innlendum heimilum vörur sem þá innflutningur í líkaninu. Mér datt út hjá mér á glærunni því ég var kópir hana yfir á glærurnar að það vantar hið opinbera sem líka náttúrulega í líkaninu þegar við erum með skatta og svona framvegis en hlutverk þeirra að það sé hins opinbera þá að það innheimtir skattana náttúrulega, fær skatttekjur, bæði virðisaukaskatt og launa- og fjármagnstekjuskatta og notar þessar tekjur sína til kaupa á vörum og þjónustu bæði innlendis og erlendis og svo afgangur sem verður honum þá dreift til heimilana í formi tilfærsla. Við erum ekki með, hvað maður að segja, lántökur hins opinbera og svoleiðis í líkaninu. Ef við veltum fyrir okkur mögulegri notkun líkansins þá setti ég niður möguleika en þeir eru kannski ekki tæmandi en ég setti fram 3 flokka, annars vegar þá erum við að tala um nota líkanið til að herma breytingar. Þá er ég annars fyrsta lagi með eftirspurnartengdar hermanir, svo framboðstengdar og svo skattatengdar hermanir. Ef við byrjum á að skoða eftirspurnartengdar hermanir þá erum við að tala fyrsta lagi þá um breytingar sem verða þá fyrir hagkerfið í heild sinni, til dæmis að það verður aukin hagvöxtur erlendi sem leiðir til aukinnar eftirspurnar eftir innlendum vörum og svo framvegis. Og svo getum við hugsað okkur eftirspurn í ferðageiranum, til dæmis ef að fjöldi erlendra ferðamanna innanlands eykst eða þá að meðal útgjöld erlendra ferðamanna innanlands eykst, til dæmis að við vitum náttúrulega að fólk að ferðamenn eru mismunandi, þannig að það getur verið að fjölgun ferðamanna sé kannski ekki nægilega, hvað maður að segja, lýsandi eða fjölgun frá okkur ákveðnum heimslutum, þá getur það haft mismunandi áhrif á hagkerfið. Og framboðstengdar hermanir, það náttúrulega framboð í hagkerfinu í heild sinni, til dæmis að það verður breyting í framleiðni innanlands, að við getum þá framleitt meira að gefnum þeim framleiðsluþáttum sem við höfum úr að móða. Og síðan það kannski tengt ferðaþjónustunni væri þá til breyting á framboði flugsæta til landsins eða breyting á framboði gistinátta innanlands. Og svo það skattatengdu hermannar, þar getum við skoða bara heildarskattlagningu á hagkerfið, til dæmis breytingu í launa- og fjármagnstekjusköttum eða virðisaukaskatti og svo getum við skoða líka breytingar þá í virðisaukaskatti þá á ferðaþjónustuna eða álagningu gistináttargjalda og svo framvegis. En bara hafa í huga að sumar hermannir eru nokkuð slettir á ensku straight forward í líkaninu en aðrar hermannir geta þurft svona, kann maður segja, nokkra vinnu við að koma breytingunum á það form þannig að líkanið geti tekið við þeim. Þannig að suma breytingar þetta breyta skatthlutföllum eitthvað svoleiðis, en svo kannski ef við förum í til dæmis eins og breytingu á fjölda erlendra ferðamanna eða meðalútgjöldum, þá þarf maður kannski að leggja til smá útreikninga og pælingar til þess að ákveða hvernig maður setur það inn í líkanið.
Nú, ég með það 2 dæmi það sem ég nota líkanið og fyrra dæmið svona, hvað maður að segja, breyting fyrir hagkerfið í heild sinni. Og skoða ég þá 1% framleiðna aukning í hagkerfinu sem þýðir bara það að við getum framleitt 1% meira að gefnum þeim framþáttum sem við höfum yfir að ráða. Og ákvað ég að taka sérstaklega fram þessi svokölluðu upphafsáhrif sem ég talaði áðan sem eru eins og ég talaði svona blað- og blýantsáhrif. Að upphafsáhrifin til dæmis af slíku á verga landsframleiðslu miða yfir árið 2022 sem svona viðmiðunarár. Þannig ég er að spyrja mig hvað hefði gerst árið 2022 ef það hefði verið 1% aukning í framleiðni í hagkerfinu. Og upphafsáhrifin á landsframleiðsluna eru 37,2 milljarðar sem eru basically bara 1% af landsframleiðslunni það ár. En síðan verða þessi almenn markaðsáhrif og almenn jafnvægisáhrif sem gefa okkur síðan heildaráhrifin sem eru þarna 21,3 milljarðar. Og breytingin þá af þessar 1% framleiðniaukningu miðað við landsframleiðsluna eins og hún var árið 2022 er þá 0,56% aukning. Og svo skipti ég þessu upp í virðisaukan í ferðageiranum, þannig að virðisaukin er þá samtala launagreiðslna, vaxtagreiðslna og hagnaðar í atvinnugreinunum sem er það sem er skilgreiningin á landsframleiðslunni. Og þá sjáum við að upphafsáhrifin eru þá 3 milljarðar í aukningu í virðisauka í ferðageira og 34,2 í aukningu í virðisauka í öðrum greinum. En heildaráhrifin eftir að við erum búin að fá þessi markaðsáhrif og almenn jafnvægisáhrif sem gefa okkur heildaráhrifin, að þá sjáum við þessar tölur að lækka töluvert eftir að hagkerfið hefur aðlagað sig að breytingum. Og eins og ég sagði þarna að þá síðast í þátturinn þá breytingin, þessi heildaráhrifin samanborið við tölurnar eins og þær voru 2022. Þannig að við erum að tala þá 0,56% aukningu í landsframleiðslu, 0,67% í ferðageiranum og 0,55% í öðrum atvinnugreinum. Og kemur líka inn, sjáum við að við erum með 2 mismunandi atvinnugreinar í hagkerfinu vegna þess að þær bregðast öðruvísi við. Við fáum aukningin í ferðageiranum er meiri heldur en aukningin í öðrum atvinnugreinum og sem að stafar í því að náttúrulega ferðageirin hefur sín einkenni í líkan sem til dæmis það að hann frekar vinnuaflsfrekur iðnaður svo framvegis sem að hefur mismunandi þess að koma mismunandi áhrif og mismunandi geira í þessar einingum. Síðan ákvað ég að prófa líka að skoða hvað myndi gerast ef að kostnaðar í ferðaþjónustunni hefði aukist 1% árið 2022 og getur kostnaður verið ýmislegt, við getum verið að tala aukning í skattheimtu á ferðaþjónustunni til dæmis. 1% og þá skoðum við áhrif á verga landsframleiðslu upp á lækkun upp á 2,8 milljarðar sem er svona 0,07% miðað við hvað landsframleiðslan var árið 2022 og fáum við þá samdrátt í vinnustundum í hagkerfinu sem er þá 0,1% og svo fáum við samdrátt í kaupmætti launa í hagkerfinu sem er þá líka 0,1%. Þetta er bara svona 2 dæmi það hvernig við getum notað líkanið en þannig eins og ég taldi upp áður að þá eru miklu fyrir möguleikar og ok, þá er ég búinn að biðja Edvard að taka við að mér. Já, eins og var komið inn á hér áðan, þá hefur minn verkþáttur snúið að því að útvíkka líkan Seðlabankans sem er einnig notað af öðrum aðilum og eins og Marías kom inn á þá er þetta það sem kalla mætti tímaraðalíkan sem byggir þá á metnum jöfnum sem lýsa hegðunarvenslum á milli ýmsa hagstæða. Þannig til að geta víkkað þarf gögn
umfang ferðaþjónustunnar og til þess kjörið að nota ferðaþjónustureikninga Hagstofunnar sem eru þó að hluta til ekki alveg fullnægjandi þar sem þeir eru á verðlagi hvers árs, þannig innifalið öllum breytingum í stærðum þar inni eru verðáhrif sem við myndum gjarnan velja sía út til að koma geiranum fyrir í líkaninu. Þannig við höfum líka þurft að búa til gögn sem lýsa verðþróun innan geirans og til þess notum við bara gögn Hagstofunnar aftur verðlagsþróun á Íslandi. Nú, líkanið drifið áfram af eftirspurnarhlið hagkerfisins. Þannig til að koma ferðaþjónustunni inn í líkanið, við getum ekki farið sömu leið þá og Marías hefur farið, þar sem hann ræðir eftirspurn og framboð ferðaþjónustu, heldur þurfum við alfarið að líta eftirspurnarhliðina. Þannig við komum ferðaþjónustunni inn í líkanið með því að íhuga útflutta þjónustu og skiptum henni þá niður á ferðaþjónustu og svo bara aðra geira. Og metum viðeigandi jöfnur sem lýsa þá þessum stærðum. Nú aðeins að fara út í einn tæknileg smáatriði sem að finna í greinargerð á VF Ferðamálastofu, þá getum við íhugað í hið minnsta 2 notagildi, svona 2 hagnýtingar sem eru þá svona tilraunir á borðið þá þær sem Marías fór yfir hér áðan, svona hvað ef tilraunir, og svo hagspár sem byggja þá á mjög skýrum forsendum varðandi þróun ferðaþjónustunnar. Það að vísu nú þegar náttúrulega hægt að nota líkanið til að búa til hagspár skilyrtar á þróun ferðaþjónustunnar en forsendurnar verða alltaf dálítið óskýrar svona fyrir leikmenn. Nú, hérna í dag ætlum við að íhuga 3 mismunandi tilraunir, 2 náskyldar hvor annarri en að ákveðnu leyti mismunandi, sem eru þá einhvern veginn þannig að við íhugum áhrif þess að erlend eftirspurn dragist saman og svo áhrif þess að verðlagning hækki eða verðlag hækki, þá til að mynda vegna aukins kostnaðar eða aukinar álagningar. Og kannski einn kostur þessa líkans að það þarf ekkert að fara inn einar sérstakar reikniæfingar þegar kemur að því að fá niðurstöður í krónutölum sem við svona almenningur getum skilið. Þannig, já, ef við hoppum bara beint í eina tilraun sem væri áhrif þess ef erlend eftirspurn eftir ferðaþjónustu á Íslandi hefði verið 5% minni en raun bar vitni í fyrra. Og við getum spurt okkur hvernig það okkur farnast og niðurstöðunar eru birtar í töflunni þarna á glærunni. Og allar tölur í þessari töflu nema þá atvinnuleysi og verðbólga eru á föstu verðlagi miðað við árið 2015 sem viðmiðunarár Hagstofunnar akkurat núna og þetta þá í milljónum króna. Nú, það sem gerist þegar erlend eftirspurn eftir ferðaþjónustu Íslandi að minnka í þessu líkani að útflutningur að minnka með beinum hætti. Þannig upphafsáhrifin eru bara þau að útflutningur minnkar. Sem við sjáum á töflunni, hann dregst þarna saman 21 milljarð, eða tæpan 22 milljarða. Og áhrif þess eru þá að þjóðin hefur minna milli handana sem orsakar þá minni neyslu, minni fjárfestingu, minni innflutning, því við erum mikil innflutningsþjóð. Og allt saman orsakar þetta það að verg landsframleiðsla fyrir að dragast saman. Miðað við það sem hún var raunverulega árið 2023. Og heildaráhrifin eru einhvern veginn þannig að verg landsframleiðsla dregst saman 19,4 milljarða sem cirka 0,64%. Og í kjölfar minni umsvifa í hagkerfinu þá eykst atvinnuleysi 0,13% stig. Þetta eru eitthvað í kringum 200-300 manns aukalega sem eru atvinnulausir. Og verðbólga dregst lítilega saman með það sem hún var, einfaldlega vegna þess að það þá minna að gera í hagkerfinu, það minni neysla, minni eftirspurn almennt. Nú,
næsta æfing sem við getum íhugað væri verðhækkun og það sem ég hef ákveðið að taka þér fyrir hækkun flugfargjalda og látum þau þá hækka 10% með það sem þau voru árið 2023. Bein áhrif þessarar hækkunar eru þá þannig að vísitala neysluverðs hækkar og raunar líka þá verðvísitala útflutningsferðaþjónustunnar. Þannig bein áhrifin eru að verðbólga eykst eitthvað aðeins en svo eru afleidd áhrif líka og þau koma þá inn í gegnum það hvernig erlend eftirspurn bregst við verðhækkuninni. Nú, það þannig í þessu líkani að það sem getur kallað magn eftirspurnar sem við getum túlkað sem fjölda ferðamanna, svona lauslega, að þetta ytri stærð sem merkir þá að við stjórnum henni alfarið. Þannig við þurfum einhvern veginn að ákvarða hvernig eftirspurnin bregst við verðhækkunum og það hægt að gefa sér ýmsar forsendur á það, en hérna hef ég ákveðið að taka bara fyrir eina sviðsmynd sem að eftirspurn dregst saman 1% fyrir hverja prósentuhækkun í verðlagi. Þannig að það sem við hagfræðingar köllum teygni eftirspurnar, verðteygni eftirspurnar væri -1. Nú, þetta orsakar þá það að útflutningur fer að dragast saman þarna tæpa 5 milljarða sem leiðir þá til sambærilegra áhrifa og í fyrri keyrslu. Þannig að þjóðin hefur minna milli handana, neysla, fjárfesting dregst saman, innflutningur líka og þá landsframleiðsla þar með. Atvinnuleysi þarna að aukast lítillega, þetta nú óveruleg hækkun, en það sem þá áhugavert hérna að verðbólgan enn að hækka. Hún þarna að hækka 0,1% á meðan á fyrri niðurstöðu þá var hún að dragast saman lítillega. Þannig þetta eru beinu áhrifin af hækkun flugfargjalda að koma þarna inn í vísitöluna. Þau eru það mikil að þau dóminera alveg. Og síðan getum við íhugað 10% verðhækkun hjá gistiaðilum, svona sem lokaæfingu, aftur árið 2023 og þetta eru alveg sömu beinu áhrif, svona almennt, þannig að vísitala neysluverðs að hækka, verðvísitala ferðaþjónustunnar að hækka og aftur þurfum við að gefa okkur einhvers konar forsendur hvernig eftirspurn að bregðast við og við gefum okkur aftur 1% samdráttur í eftirspurn fyrir hverja prósentuhækkun í verðlagi og það sem gerist hérna þá að útflutningur fann að dragast töluvert meira saman. Þetta einfaldlega vegna þess að gistiaðilar telja töluvert meira í verðvísitölu ferðaþjónustunnar heldur en flug. Þá einfaldlega vegna þess að þetta útgjöld erlendra ferðamanna á Íslandi sem vísitalan miðar við. Þannig gistiþjónusta stór útgjaldaliður þar hjá flestum ferðamönnum. Þannig útflutningur dregst töluvert meira saman sem orsakar þá mun meiri áhrif á landsframleiðslu og alla undirliði og atvinnuleysi eykst þarna aðeins meira sem bara í takt við það að landsframleiðsla að dragast meira saman og þarna fer verðbólgan að lækka. Þetta þá út af þessum auknu áhrifum á landsframleiðsluna. Þannig að það myndast meiri slaki í hagkerfinu sem setur þá þrýsting á verðlagið niður á við. Þannig þetta eru allar æfingar sem ég ætla að taka fyrir og kannski meginpunkturinn í öllum þessum æfingum þá bara að ferðaþjónusta hefur töluvert mikil áhrif á landsframleiðslu og verður kannski að teljast undirstöðu atvinnugrein í ljósi þess. En já. Fyrir manni svo Eðvarð. Þetta kynningin okkar, nú komið að ykkar þætti að spyrja eða koma með komment á það sem við höfum haft hér fram að færa. Til
fyrir, þá það nú gert því að 1% framleiðaukning sem gerir áhrif því að þessi varanleikleika ekki bundin. Eða hvað? Já, þetta var bara plikt í 1 ár. Já, það var svo eftir bara. Já, það ekki ósennilegt. Nei. Þá skil ég betur hvað á gangi það, þannig að þá því svona mikið til svarað. Komið þið bara báðurinn upp, þannig að ég get það svona endur tekið aðeins spyrja í, sko, mikrofónin. Já, Tór spurði að því hvort að framleiðningin hjá mér væri tímabundin að varanleg og hún bara tímabundin. Það bara tímabundin. Breytingi 1 ár og svo gengur það tilbaka. Já, ok. En ég varandi seinni, þá var það 1% samdráttur í komsterna. Já. Og það var víst örlítil minnkun á verðbólgu. Var það varanleg, en þó minnkun og spurningin sko hvaða gengisforsendur þetta líka það baki, sko, því að það er eitthvað sem er nálega flókingi, þá myndi við búast við gengislækkun. Já. Minnkandi og jafnvel skotið uppflóðið í verðbólgu. Jafnvel strax í byrjun, þannig að það er spurning hvaða gengisforsendur eru þarna í. Já, það er endur taka spurninguna. Tór spyr hvaða gengisforsendur liggja baki kyrslunni. Sem sé, það er enga sérstaka forsendur. Gengið fylgir bara ákveðnu ferli í líkanu. Það lækkaði mjög lítilega við þetta högg. En það er svo óveruleg breyting að það hefur... Einhver gengisregla. Já, það er einhver regla í líkanu sem... Já. Svein, þú heitir? Anna Kjárstadóttir frá Land- og ferðamálafræði Háskóla Íslands. Ég með spurningu hljóti því að þar víst þú talar að við notið hliðarreikninga þennan sem til þess að fæða spálíkanið en það séu ekki nægileg gögn þaðan þá í svona input-output teilum sem ég skilja það rétt til að lýsa almennilegri verðþróun innan geirans. Ef þú ættir að setja fram svona einhvern óskalista, því að nú er vandamálið það að Hagstofa Íslands fær ekkert alltaf sko, heimildir til þess að gera þetta nógu reglulega allavega að mínu viti og hvað þyrfti þeir þá bæta í sínum hliðarreikningum til þess að þið fengju nægilega? Já, náttúrulega, eins og ég segi þá það þessar input-output töflur sem okkur vantar og æskilegt væri að þær væri svona yfir 10 ára tímabil á ársfjórðungsgrunni ef það væri mögulegt. Það væri að því að bæði í þessu til þess að geta greint módelera almennilega viðskipti á milli atvinnugreina þá þurfum við annars vegar að reikna svo hlutföll sem eru svona meðatöl yfir nokkur ár og svo hins vegar þurfum við að meta svo kallar teiknistuðulega aðfanga eftirspurn og til þess að tölfræðilegt mat verði að einhverju gagni að þá þurfum við helst að hafa svona 40-50 gagnapunkta til að nota sko. Hvað meinar þú það? Já, varandi kannski annað sem ætti bæta varandi hliðarreikninga. Það er náttúrulega bara að færa það á fast verðlag. Svo svona menn út í bæ þurfa ekki að gera það. Já, þannig er endspegli magnbreytingar frekar en margveldi magns og verð sko. Það væri náttúrulega æskilegt fyrir okkur líka sko. 10 ár, ársfjórðungslega og við erum að fara fram með mikið. Já, og fá gögn á ársfjórðungsgrunni. Og fá gögn á ársfjórðungsgrunni. Alveg, ferðaþjónustureikninga. Kannski aðeins bæta við þetta. Því við erum svo heppin að eða verður vinnur ekki á Hagstofunni. Hann er ekki hérna sem starfsmaður Hagstofan. Nei, það er þetta. Hvort hann geti hvíslað í aðhverjum og hversu líkið það sé að Hagstofan geti séð fyrir svona upplýsingum allavega í framtíðinni og hugsaði aftur í tíma og þá náttúrulega held ég að svari brjóta fyrir því sem hvort að Hagstofan kannski nú þegar við minnum eða ekki. Ragnar Árnason spyr að því hvort að Hagstofuna hvað staða Hagstofunar er í þessu máli? Eru þeir að vinna í þessu gögnum? Já, að hluta til varðandi input-output, það er í gangi svo vinna.
Þannig að það kemur einhver tíma. Það er ekki til lofaninu. Það sem spurning á Facebook. Hafið þið skoðað áhrif skattbreytinga til þess virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna og hagkerfið heild? Ekki að það líka. Þú svarar spurningu kannski? Já. Já, sko, við höfum skoðað formlega í opinberlega með smábreytingar. Já. En ég gerir ráð fyrir það aðeins að spyrja annað annað sem að við erum að vinna í verkefni sem að við höfum ekki lokið skoðað frekar. Það að segja virðisaukaskattsbreytingar. Í ferðaþjónustu. Í ferðaþjónustu, já. En það í skýrna, það í Glærunum sem að var dæmi. Já, frá því síðustu viku. Já, Glærunum frá því síðustu viku sem eru núna aðgengilegar á vefnum, ferðaþjónustu. Það dæmi virðisaukaskattsbreytingu 1%. Og 1%. Það ber að hafa í huga að það er erfitt að færa þetta yfir á bara margfaldaðir upp tölurnar þannig að það þarf aðeins meiri svona gaumgæfni þegar maður er að mótala miklar breytingar í líkaninu þannig að þetta er ekki línulegt. Þetta er ekki línulegt, nei. Ekki það margfaldað. Nei. Heiðrún? Já, sælir, ég heiti Heiðrún frá Ferðamálastofu. Kannski framhald á síðustu spurningu skattbreytingar. Dæmið sem að Eðvarð tók hér áðan hækkun á verðlagi og gististöðum. Er hægt að ímynda sér að ef það eru skattbreytingar segjum á verðlagi og gististöðum, það mætti meðhöndla með svipuðum hætti og bara hefðbundnar verðlagsbreytingar? Að hluta til, en þá þarf aftur á móti líka að taka tillit til þess að skattstofnin er að stækka. Já, skatteinnheimt er að aukast, sem kemur þá inn annar staðar í líkanum. Þannig að það er eitt hvort það verði kostnaðarbreyting sem að hverfur bara út í loftið eða hvort það er kostnaðarbreyting sem skila sér einhvers staðar annar staðar í líkanum, skilur við. Já, það er að taka tillit til þess, skilur við það. Þannig að það er kannski líka verið að segja að skattbreytingin, hún skila sér kannski öðrum skattstofni en að taka tillit myndi kannski þýða að það hefði áhrif á, segjum, eftirspurnina í meira mæli heldur en líkanir gerðir ráð fyrir bara verðlagsbreytingunni. Það drendur tekið það. Já, ég skal sjá hvað ég get endur orðið þetta. Já, ef að segja svo að það er skattbreyting sem að hefði þá væntanlega áhrif og endanlegt verðlag á gistiþjónustu. Þetta er ekki svona hefðbundin verðlagshækkun eins og kæmi bara ef að hótelegandi hefði áhuga á að hækka verð. Og hækka álagningu. Þannig að ég var náttúrulega að velta fyrir mig hvort það myndi renna með sama hætti í gegnum líkanir. Hvort áhrifin eru þau sömu. Ég hugsaði sjálfsagt ekki þau sömu á verðbólguna af því að verðbólgan af annarri tegundinni mælist inn í eða annað mælist inn í verðbólgunni, ekki hitt. En þetta með skattaáhrifin væri kannski hefði sömu áhrif á eftirspurnina. Er það rétt hjá mér? Ég meina, ef sköttunum er alfarið velt út í verðlag, þá náttúrulega, já, þá væri þetta bara svipaðar forsendur. Það er náttúrulega, þegar skattar hækka, þá náttúrulega gerist það náttúrulega að viðkomandi, það verður einhvern uppáhaldsáhrif og svo minnkar skattstofnin í kjölfarið, skiluru, og svo hefur það áhrif yfir aðra markaði. En það sem gerist líka er að þetta kemur náttúrulega áhrif á tekjunni sópera, skilur, sem að líka kemur náttúrulega inn sem myndi ekki koma inn sem bara að það verði hækkun bara í loftið, en þannig að þegar skattum er breytt þá þarf að taka tillit líka á tekjuliðinu en sópera sem hefur náttúrulega síðan áhrif líka út í hagkerfið og allt það, sko. Þannig að það má vel vera að þú ert að setja skatt á ferðaþjónustuna og ef þær skattekjur eru nýttar til að bæta ferðaþjónustuna einhvern veginn, þá myndi það náttúrulega draga úr áhrifum á eftirspurnarhliðinni. Þannig að þetta er kannski aðeins önnugreining. Ég hef mjög heimskulega spurningar þegar ég er svo líklegst og þessu, en myndi ekki ólíkar tegundir skatta hafa ólík áhrif, eins og til dæmis segjum bara
loftslagsskattur á flug og svo kannski farþegaskattur á skemmtiferðaskipafarþega. Eða myndi áhrifin vera svipuð? Það var mismunandi skattar, mismunandi áhrif, meginatriði spurningarinnar í þessari greiningu. Já, í þessari greiningu. Það myndir alltaf að vanta... Báði skattarnir væru að hafa áhrif á kostnað farþega að koma til landsins. Já. En kannski útgáfi, ég veit ekki. Sko, já. Það er alltaf, sko, ef við bara hugsaum skattan, þá þeir alltaf ólíkir eins og þú segir, sko, en í líkanunum, sko, hvernig myndi að koma fram þar, þá myndi þetta vantilega bara leiða til aukins kostnaðar, skilur, eða eitthvað svoleiðis, sem myndi síðan, skilur, sem myndi bæsilega vera svipað, sko, held ég, sko. Líkaninu þar kemur sennilega svipað fram, en líkaninu hérna þá myndi það aðeins öðru sér fram eins og dæmis og hvað sem er áðan, sko, að þetta var innlindi geira meira heldur en gistiþjónustan heldur en flugið, sko. Það er ekki rétt. Já. Það er lessing. Það er mótilstöru. Það er hérna, ég var að velta með þessu líka mikið aðgjör. Það tekið líka einhvers konar mið af erlendum áhrif og hvernig þau geta mismunandi áhrif á ferðaþjónustuna hjá okkur. Eins og Bandaríkin og Kína, Þýskaland með stóri markkópar. Þannig að kannski skatthækkanir í þeim löndum eða útgjöld til stríðsátaka í þeim löndum herri áhrif á ferðaþjónustuna á okkur heldur til dæmis skatthækkanir í Færeyjum. Það er þannig, þetta er það sem við köllum ytri breytur í líkaninu, eitthvað sem ákvarðast bara utanakomandi og það er, eins og ég segi, það er hægt að setja þetta inn í líkaninu og sjá hvað gerist, ef við höfum tölur og forsendur og allt það, skilur við. Þannig að það er ekki tekið tillit til sérstaklega í líkanunum, en það er hægt að skoða áhrifin í líkanunum. Rósastrí, bensínhækkanir, alls konar svona er hægt að færa inn í einhverju leyti. Já, það er bara náttúrulega að vinna úr upplýsingunum og eins og maður segir og átt að sjá hvernig getum við komið þeim á það form sem að passar inn í líkunin og svo er þetta að prófa breytingar og allt það, skilur. Að sumleiti snýst spurningin, það er bara þetta, sko, það eru ólíka áhrif að koma fram á erlendum mörkuðum. Það koma kannski fleiri ferðamenn núna frá Þýskalandi heldur en Bandaríkjunum eða eitthvað leys. Við getum umbreytt þessu yfir í tölu sem að líkunum okkar geta skilið. Við þurfum að gera það þannig, sko. Alltaf túlka niður stöðunar. Önnur spurning af einhverjum. Það var minnst á að sem hamna þeim líkunum sem Seðlabankinn er að nota þegar þau sýna ekki áhrif stýrivaxtahækkana á mismunandi aðstæður. Er þetta rétt? Spyr Sæmundur. Já, það... Nei, spurningi var það hvort að það veri gall á líkunum frá Seðlabankunum, líkan Seðlabankans, að það geti ekki metið áhrifum að stýrivaxtahækkunum eða lækkunum þá. Á mismunandi atvinnugreinar? Á mismunandi atvinnugreinar. Já, ég meina það eru ekki atvinnugreinar skipt líkun, en hvort að betur hvað meira það var hérna, hvort að það sé endilega það sem að þeir þurfa að horfa til, það, ég held að segja kannski engin mistök eða maður gera það ekki, skiljiði. Nei, þeir eru bara að velta fyrir sér heildar áhrifum hagkerfinu, sko. Þetta er eitthvað sem við getum hugsanlega skoðað í okkur. Já, eins og ég segi að þeir eru ekki með atvinnugreinar og geta þannig ekki skoða áhrif á mismunandi atvinnugreinar, en það er heldur ekki það sem þeir eru að leitast eftir. Þeir eru að skoða heildar áhrifin í hagkerfinu meira heldur en á einstakar atvinnugreinar og svo framins. Síðan spurning sem kemur hérna er hvort að skoða sé hvernig ferðana hafi á í svæði, hvort það sé tekið inn í og lengt þá ferðamanna á landinu, hvort það sé tekið inn í líkans en þetta. Það er ekki tekið beint til stýringar á ferðamönnum innanlands, en ef við erum að skoða bara eftirspurn erlendra ferðamanna eftir að koma til Íslands, eins og ég sagði áðan, sko, frá mismunandi svæðum, þá getum við sett það inn í líkan, en ekki með einhverja stýringu innanlands sem slíkur. Það er ekki, við erum ekki með landsvæðaskiptingu innanlands en þessu leysi líka. Hérna er einu viðkom frá Ragnhildi, gögn frá nokkrum erlendum þjóðum sína aukinn skattlagning og ferðaþjónustu hafi neikvæð áhrif á skatttekjur, en ekki öfugt.
vegna þess að áhrif hækkunar höfðu neikvæð áhrif á aðsókn. Er til sambærileg rannsókn á því hvaða áhrif auknar álögur á ferðaþjónustuna geti haft á eftirspurn? Já. Það er til erlendar rannsóknir sem sýna áhrif skattahækkana hafi neikvæð áhrif á ferðaþjónustu í þeim löndum, eru til sambærilega rannsóknir varðandi Ísland. Svarið er almennt sem nei. Ekki enn. Ekki enn, en vonandi verður bætt úr því. Já, fljótlega. Fleiri spurningar? Fleiri var ekki frá mér. Ragnar. Já, Ragnar Óttarsson, Háskóli Íslands. Það voru áhugaverðar keyrslur eða hermannir sem þið sýnduð okkur. Hafðu ákveðin áhrif á þjóðhagsstærðir. Er hugsanlegt að móta sér líkandu þess að kanna þessi ytri áhrif með þeim afleiðingum sem líkunni segja og velta því síðan fyrir sér. Já, nú eiga þurfa stjórnvöld að bregðast við þessum neikvæða áhrifum. Hvernig væri það hægt? Geta líkunin, ég skoðaði áhrif, ytri áhrif í að ferðamennsku. Ytri áfall. Ytri áfall. Já, og hvort viðbrögð. Kannað viðbrögð. Möguleg viðbrögð. Já, eða möguleg viðbrögð við því áfalli. Já, ég myndi halda það, sko. Við höfum hérna einhverjar svona hagstjórnarbreytur í líkaninu sem við getum hnikað til þess að ef það verður eitthvað breyting sem hefur eitthvað áhrif þá getum við kannski reynt að hnika þeim til að sjá hvort það sé möguleiki innan svona skynsemismarka að bregðast í því. Ég held að það sé mögulegt, já. Það er líka til að keyra bara mismunandi keyslu hvað er spurningar með áfalli og síðan hins vegar með einhvers konar viðbrögðum og það bara stilla þeim upp. Það á að vera hægt. Ég er ekkert ósvipað þá opið í Excel. Mjög ósvipað. Ef þetta gerist og þetta bregst við, hvað gerist þá? Við byrjum alltaf í Excel og áttum okkur á uppásárum og síðan þurfum við að taka inn í hvernig hafgera við bregst við breytingunum og það gerum við ekki nema að nota svona líkunum, sko. Ég kannski bara með athugasemd. Þetta er ekki spurning. Af því að mér fannst svo gaman að hlusta á þessa kynningu. Mér finnst við vera stönd á svo ánægðum stað að vera komin með þessi líkur. Svo ég finnst það að vera eitthvað sem það er gott að taka eftir að þau eru orðin til. Sérstaklega gaman að þau séu tekin 2 líkur fyrir 2 aðferðir vegna þess að það víkkar á svolítið sjóndeildarhringinn því að það eru ólíkar forsendur á bakvið þeim og það er svo gott að horfa bara eins og í öllu í lífinu og horfa á hluti frá ólíku sjónarhorni hverju sinni. Það gefur okkur stærri bandvít hreinlega í því sem við erum að takast á við. Svo að vel gert, bara hamingju það. Takk. Þá hérna þakkum við kærlega fyrir það. Við þökkum þeim félögum hjá Haraldssonum kærlega fyrir ágætt erindi og skemmtilega pælingar raunhæfar hluti sem getur dunið á land og þjóð, jákvæð og neikvæð. Og ég vil þakka ykkur líka sem tóku þátt með okkur í dag, bæði ykkur hérna náttúrulega í salnum, góður hópur, og líka ykkur sem eruð í streymi með okkur, virkilega gott að hafa ykkur. Og ég vil nefna síðan bara í lokin að ef þið viljið nú rifja upp eitthvað af þessum gullkornum sem hafa fallið hérna mörg í dag hjá meisturunum, að þá munum við setja upptöku af fundinum inn á vefinn okkar hjá Ferðamálastofu á morgun ásamt síðan kynningarefninu þeirra. Þannig að þið getið þá rifjað upp allt sem sagt var eða einstök atriði. Og svo sjáumst við bara á næstu kynningu hjá Ferðamálastofu. Takk fyrir þetta í dag.